Á annað 1000 manns mætti í kröfugöngu og útifund í Reykjavík í dag þar sem hrópað var Vík burt ríkisstjórn. Vík burt ríkisstjórn endurómaði á Austurvelli í dag í fjölmennustu mótmælunum til þessa vegna kreppunar. Á annað 1000 manns mættu í kröfugöngu og á útifund. Kristján Már Unnarsson aftur. Mótmælin í dag hófust á Hlemmi en það var gengið niður Laugaveg og á Austurvöll. Þar hvatti Hörður Torfason menn til að mæta á hverjum laugardegi. Við berum ekki ábyrgð á þessu. Það eru ráðamennirnir sem við kusum yfir okkur, sem hafa staðið hér og eyðilagt okkar líf. Þeir eru ábyrgir, ekki við. Þeir brugðust, ekki við. Lögreglan áætlaði að 1100 manns hefðu verið á Austurvelli. Greinilegt var að breiðari hópur þjóðfélagsþegna tók þátt í mótmælunum en áður. Hvers vegna mætir þú? Þú veist það sjálfur. Margir hafa bent. Ég mæti þeirri von að hér verðum ennþá meiri fjöldi innan skamms og að það hafi þar afleiðingar að bæði Seðlabankastjórnin og ríkisstjórnin fari frá völdum. Hvers vegna? Að því hún hefur svikið þessa þjóð og logið að henni. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þú söngst örugglega í den. Já, ég þori, get og vil. Gleymdu ekki uppruna þínum, gleymdu ekki hvaðan þú kemur. Íslendingar, við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl. Kjósum okkur nýjan skipstjóra. Ég mótmæli öllu þessu, já. Hvers vegna? Alveg rétt sem maður segir, sá sem er að tala núna. Hlustaðu bara það. Það er bara eins og þjóðin væri öll að tala þetta. Vald spillir. Vík burt ríkisstjórn, vík burt ríkisstjórn, vík burt ríkisstjórn. Við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl og við þurfum að henda þessu fólki út úr Alþingishúsinu, voru meðal þeirra skilaboða sem heyrðust á mótmælafundi á Austurvelli í dag. Á annað 1000 manns tók þátt í mótmælinu. Á annað 1000 manns krafðist kosninga, mótmælti ríkisstjórninni og stjórn Seðlabankans á Austurvelli í dag. Þetta er 3. laugardagurinn í röð sem slík mótmæli fara fram. Það var klukkan 2 sem fólk fór að safna saman á Hlemmi efst á Laugavegi til að mótmæla ástandinu í efnahagslífinu. Nokkur hundruð manns gengu síðan fylktu liði niður Laugaveginn undir hljóði sem Íslendingar tengja nú sjálfkrafa við mótmæli. Ferðinni var heitin á Austurvöll og þegar þangað við komið hafði bæst verulega í hópinn. Á annað 1000 manns tók þar þátt í mótmælafundi sem reyndar hófst með smá misskilningi. Ef þið gætuð hægt að flauta, strákar, þá er það vel þegið hér, þar fólk að tala. Stuttu síðar hófust hins vegar ræðuheldin og skilaboðin voru skýr. Við viljum Seðlabankastjórnina burt, samstundis. Og svo segjum við, ríkisstjórn, burt með ykkur. Ég vil að við þurfum að gera eitthvað aðeins meira heldur en bara að klappa saman höndunum fólk, því að það er ekki hlustað á það. Við verðum að mæta inn á pallana og við þurfum sjálfsagt að henda þessum mönnum út úr Alþingishúsinu. Íslendingar, við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl. Kjósum okkur nýjan skipstjóra.